Þá erum við komin á endapunktinn, ef svo má segja. Grófatalinn 40. Plús 100. Plús 100. 42 kannski, já, 42 Nú alltaf að fara í 100. Já, nú alltaf að fara í 100. Já, heyrði, þá það bara aðeins hérna í lokin þennan stað við innsiglinguna. Hérna var náttúrulega á sínum tíma náttúrunnar hendi var svona hóll og eyjarnar voru, svo hefur komið fram áður, þær voru illa varðar. Hérna gátu þess vegna komið menn og rænt og svo framvegis og það hafði gerst. Hingað komu reglulega enskir og þýskir sjómenn, englendingar og Þjóðverjar og kannski sérstaklega Þjóðverjar sóttu mjög á Íslandsbyggð tíma. Og englendingar síðan og þetta fólk, flest allt var bara í ró og næði hérna. Það var reyndar bannað að veiða en það voru enga varnir, enginn sem gat skipt sér af því. Og hérna voru menn að koma í land og áttu yfirleitt góð samskipti við fólk. En svo var líka að það kom til átaka og vandræða og jafnvel til víga í gegnum tíðina. Árið 1856 þá svona kominn sá hugur í Dani að þeir vilja gera eitthvað sérstakt til að verja eyjarnar eða heimaey. Og hérna við innsiglinguna byggður skans. Það var ekki þessi sem hérna núna, það var mun minni og ekki eins vandaður og seinna varð. En það byggður hérna skans og það sjálfsagt skansinn sem þá var byggður sem hefti för Tyrkjanna þegar þeir komu hingað. Þeir hefðu fengið spurnir og vissum þennan skans og það var eitt af því þá sem að fældi þá frá því að koma hérna eina venjulegu leið innsiglinguna. Síðan eftir Tyrkjaránið þá gerður nýr skans svona soldið í líkingu við þennan hérna. Þið vitið það að það búið að endurgera þennan skans og það tókst óskaplega vel, held ég. Og það sömu stærðarhlutföllin og allt það sama en skansinn náði hérna suður og vestur og svo aftur hérna í norður. Og það var komið hérna að honum og hægt að fara hérna í gegn. Og hérna voru dönsku verslunarhúsin, allavega miðja 19. öld, þá voru húsin hérna inn í þessu gerði. Og þar var villa og íbúðarhús og allt, hvað heita gat. En þessi skans, eða sá sem að þessi tekur mynd sína eftir, hann reistur eftir 1630. Og þá ekki bara byggður skans, heldur látnir vera verðir hérna á skansinum. Það var skipulagt að hér yrðu verðir. Og það talað sérstaklega eina þekkta persónu. Það Jón Ólafsson Indíafari. Það var nú bara hvorki verið en hann kallaði Indíafari af því að hann hafði farið til Indlands. Og það náttúrulega og þykir hið mesta afrek fyrir mann á þessum tíma. Hann var hér vörður á skansinum. Auk þess sagt að bændur hafi haft ákveðnum skyldum að gegna varðandi vörslu og það var talað að það hafi verið settur vörður á Helgafell og þar hafi menn verið hérna, já, til þess að vekja athygli ef eitthvað óvænt skip kæmu eins og í Tyrkjaráninu og það talað og í sögunum sem hvað hérna myndríkastar að það hafi verið 2 vaktir. Fyrri vaktin fór upp á Helgafell og hlóð vörðu og síðan kom seinni vaktin og hinn niður á Helgafelli og seinni vaktin tók niður vörðuna
svo kom hinvaktin aftur og hlóð og þannig gekk þetta fram og tilbaka og þið sjáu hvers vegna þetta var gert svona að rífa niður það sem var búið að vera byggju. Það var til sannindamerkis það að menn var ekki að sofa upp á Helgafelli þegar þeir voru að gæta eyjan. Þetta skemmtileg saga. Hérna sem sagt hefur verið þessi skans og það voru fallstykki á skansinu, fallbyssur og hér var, man nú ekki hvenær það var, að þá var þessi byssa gefin hérna á skansinn. 97 segir Arnar, hann fer ekki áravillt og þá var hún gefin hérna á skansinn og í fyrstu ferðunum okkar hérna í sögusetrinu út á skans, þá var alltaf álegur viðburður að það var skotið úr byssunni. Það var einn maður sem átti að skjóta, það var meindýraeiðurinn hér í bænum og hann þurfti að fá leyfi hjá lögreglustjóranum og hann hlóð þetta með bréfum og alls konar dóti og það var svakalega flott stund þegar að dundið kom. Það var sko engin smá hvellur. Og einu sinni var Herjólfur meira ekki að sigla hérna út þegar að skotið reið af og það greip sig hátt í Herjólfi. Ég bara segi svona sko, ég veit ekki það. En það væri skemmtilegt að það hefði verið spástund. Sko, það sem ég ætla kannski bara að enda þetta á því að segja ykkur það að sögusetri 1627 hefur frá því nánast hafa stofnað farið í göngur á hverju ári, ég held ég megi segja hverju ári og verið auk þess með dagskrár og uppákomur í safnahúsinu. Sögusetrið hefur haldið ráðstefnur af ýmsu tagi og þetta hefur alltaf verið vel sótt og við í stjórn þessa félags erum óskaplega stolt yfir því að fólk skuli sýna þessu þennan áhuga sem að greinilega er. Á morgun þá dagskrá í anddyri safnahússins þar sem að Helga fer yfir sögu eða segir frá Ástríði eða Ástu Þorsteinsdóttur og Ólafi Egilssyni. Ólafur Egilsson hann er langafi hennar Helgu með nokkrum langa og Kári hann ætlar að segja ykkur frá honum Jóni Þorsteinssyni á Kirkjubæ, skáldskap hans og ævi og síðan ætla þau Helga Jónsdóttir og Arnór Hermannsson að syngja og flytja nokkur lög sem að þau hafa samið við texta eftir skáldið Jón Þorsteinsson og það náttúrulega allir eru velkomnir þangað. Árið 2027 verða liðin 400 ár frá Tyrkjaráni og í tilefni af því sögufélagið með svakalega stóra og mikla drauma og við ætlum að láta þá rætast. Það verður útgáfa af einhverju tagi, líklegast verður það íslensk þýðing á bókum Karls Smára og Adam Nichols Tyrkjaránið í Vestmannaeyjum, á Austfjörðum og Grindavík í einni bók eða bara Vestmannaeyjar í einni bók. Þetta svona það sem verið að melda núna og þetta kemur út árið 2027. Auk þess munum við halda ráðstefnu, alþjóðlega ráðstefnu Tyrkjaránið, þar sem við fáum fyrirlesara víðsvegar að úr heiminum og þetta allt í undirbúningi og gengur allt samkvæmt áætlun. Auk þess verða svo einhverjir aðrir dagskráratburðir eða atburðir í tengslu við þetta 400 ára afmæli Tyrkjaránsins. Við sóttum styrk úr uppbyggingarsjóði SAS, Samband sunnlenskra sveitarfélaga, núna í vor, fyrir þessa daga 3 sem við höfum verið með núna og við fengum góðan hljómgrunn og fengum styrk og getum þess vegna haft þessa dagskrá og þann kostnað sem að hún af henni hlýst. En ég vil bara svo að það sé líka sagt að stjórnarmenn í þessu félagi
þeir hafa aldrei tekið neinn laun fyrir sína vinnu. Það er svoleiðis og þannig verður það áfram. Þannig að styrkirnir fara í það að leggja út í eitthvað kostnað, kaupa kaffi og konfekt kannski. Og að þeim orðum sögðum að þá ætti ég að fyrir hönd okkar að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það var ofboðslega gaman að vera með ykkur hérna. 42 menn og 1 hundur, það þykir flott. Og nú fáum við okkur kaffi og konfekt niður í Landlist. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, niður Landlist. Ja.